Góðan daginn og Halldór heiti ég Pálsson og umsjónarmaður með ársreikningaskrá. Í því felst að ég ber ábyrgð á því að við séum að starfa á lögum og erum með þetta virka eftirlit með félögum sem þurfa að birta ársreikninga. Ég ætla nú að byrja á því að þakka Jónasi Magnússyni, en hann hefur borið svona hitann á þungana því að kynna og setja þetta upp fyrir okkur. Við erum með 100 pluss 190 manns sem eru skráð hérna hjá okkur, langflestir í streymi. Ég ætla líka að þakka þeim fyrir að hafa sýnt þessu áhuga. Þetta verður dálítið hröð yfirferð hjá okkur. Hún er hérna, ég er með 30 mínútur til þess að kynna þetta og svo gerðum við ráð fyrir að það verður 15 mínútur þá í spurningar og menn geta sent þær inn á, er það ekki rétt hjá mig Jónas, inn á chatið. Þannig ekkert gott íslenskt orð yfir þetta chat. En hérna, skulum þá bara vinda okkur í það. Þetta er eiginlega það hröðu yfirferð að hérna, ég sagði við minn yfirmann að ég gæti ekki einu sinni sagt brandara og henni létti mjög. En umfjöllunarefnið hjá okkur í dag er að þrennt. Það er áhersluatriðin sem við birtum hérna í ársreikningaskrá fyrir félög sem beita ársreikningalögum. Síðan eru áhersluatriði verðbréfaeftirlits Evrópu sem kannski er megin þungin hjá okkur á. Það er að segja við erum svona, það eru kaupallafélögin og félög sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, það er það sem við erum að horfa mest á. Og svo er þetta niðurstöðurnar úr eftirlitsaðila í Evrópu, hérna á Evrópska efnahagssvæðinu. Við ætlum aðeins að hlaupa líka yfir þær. Það er að segja ef tími venst til. En áhersluatriðin, ég vildi svo gjarna geta eigna mér hrósið af því að fundið upp á þessu, en þetta er eitthvað sem við fengum lánað eða stálum hugmyndinni frá verðbréfaeftirliti Evrópu. Þeir eru búin að birtast líka áhersluatriði hjá sér síðan 2011. En þau eru birt þeir eru nú verið birt fyrir stjórnendur þá sem eru að búa til ársreikninga. Það er verið að benda mönnum á, þetta er það sem er þetta er það sem við sjáum í eftirliti, að skortir helst upp á að menn séu með í lagi hjá sér. Svo náttúrulega beinist þetta líka endurskoðendum, en fyrst og fremst er markhópurinn þeir sem útbúa reikningsskilin því að stjórnendur bera ábyrgð á því, það eru þeir sem setja upplýsingarna fram, því er það endurskoðenda og einhverju tilfellu skoðunarmanna að staðfesta þessar upplýsingar séu réttar. Við hvetjum því stjórnendur og alla þá sem koma að því að semja ársreikninga og samstæðureikninga og aðrar slíkar upplýsingar að kynna sér þessi áhersluatriði. Ég setti hérna raun og veru linkinn á glærunar, þannig að það fáður á PDF, þannig að ég veit ekki hvort það sé virkur, en þið sjáuð allavega hvað þið getið nálgast og við höfum birt þetta síðan 2018, þið getið séð röðina hjá okkur. Og kannski eitt til umhugsunar að þetta er í eðlilegu framhaldi. Þetta er held ég 3 ár eða 4 ár sem höfum verið með skýrslu stjórnar. En þessi áhersluatriði, þeir beinast í raun og veru að 3 atriðum sem við höfum mestar áhyggjur af. Fyrsta lagi er það upplýsingar í leigusamningum félaga sem beita reglunni RR6 sem reikningsskilaráð gaf út. Félag sem beitar alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, það færir leigueign og leiguskuld. Félag sem beitir RR6, það gerir það ekki nema þetta sé fjármögnunarleiga. Það á að segja frá og það eru vissar upplýsingar sem þið ber að birta sem koma fram í reglu reikningsskilaráðs númer 6 og það skortir mjög mikið á að það sé í lagi. Það er varla nokkuð félag á mínum mati sem að gera þetta virkilega vel. Og þetta kannski stafar að því að við förum úr staðli eða 17 ef ég maður rétt, eða 16 yfir í þennan nýja staðar sem er svona raun og veru málamiðlun til þess að þurfi ekki að setja alla yfir í 16 og í þessu nýja staðli eru gerða miklu meiri upplýsingakröfur heldur voru áður. En svona einhvern veginn eru bara ennþá í sama farinu og ekkert að segja meira frá. Til dæmis ef félag að leigja húsnæði undir skrifstofur og verslunarstarfsemi og annað, að á það að segja frá, en það gerir það yfirleitt ekki. Síðan eru upplýsingar í skýrslu stjórnar, það er alltaf þannig að skortir verulega mikið á að það sé í lagi. Það séu ítarlegar, sérstaklega í þessum félögum sem teljast vera meðalstór og stór, þar sem upplýsingakröfunar eru svo miklu meiri heldur en fyrir lítil félög. Þær eru verulega meiri heldur en fyrir þessi minni félög
Og maður myndi halda að þessi meðalstóru félög, tölum ekki stórfélög, ættu nú að geta þetta. Því að þarna erum við að tala félög sem eru með veltu yfir 1200 milljónir eða út meðalstór og með veltu yfir 6 milljarða eða út stór. Svona basic reglu. Síðan það ófjárhagslegu upplýsingagjöf hjá stórum félögum, en við erum ennþá með þetta kerfi ófjárhagslega upplýsingagjöf sem reyndar að fara þetta út. Og þar ætla ég kannski að benda ykkur á að áhersluatriði verðbréfalöfs Evrópu þau gilda. Þetta alveg eins og með félag sem beitar alþjóðlegum reikningsskilastofnunum, hvort sem það í kauphöll eða ekki. Þetta eru sömu reglur, þetta sama regluverk sem mást að fara eftir. Og svo ætla ég kannski að benda ykkur á að reikningsskilaráð Íslands hefur gefið út mjög góðar leiðbeiningar sem alveg til fyrirmyndar og þær eru birtar á vefnum hjá reikningsskilaráði. Þetta eitthvað sem á að vera svona, hvað maður að segja, skyldu lesning á náttborðinu hjá öllum stjórnendum. En þarna farið lið fyrir lið og það verið að útskýra hvað átt við með þessum kröfum í ársreikningalögum þegar kemur að skýrslustjórnar. En þetta kannski það sem við ætlum að aðalega horfa á og þetta áhersluatriði verðbréfalöfs eftirlits Evrópu. Byrja kannski á að fara í gegnum bara nokkur atriði sem skipta máli. Varðandi fjárhagsleg reikningsskil, árið 2023 sem sagt fyrsta árið sem mönnum ber að beita ef ég maður rétt IFRS 17 vátryggingarsamninga, þetta nýr staðall, leysir að hólmi IFRS 4. Ég vil líka brenda á breytingar á IFRS 12, sem sagt staðallinu tekjuskatt, hvað varðar Pillar 2. Þetta beinist að fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem eru starfsemi fleiri en einu landi. Og þeir settu fram raun og veru undanþágureglu meðan menn að koma sér saman svona góðan skýringapakka hvernig á að setja fram upplýsingarnar í reikningsskilum. Síðan ætlaði ég að tala sjálfbærniskýrslur en nú verið að innleiða þessa sjálfbærnitilskipun og staðlana sem byggja á henni. Þannig ég ætla að benda mönnum á að þetta að fara að detta eða hellast yfir fyrirtækin, þessi nýja sjálfbærnitilskipun, þetta eru verulega þungar og mikla kröfur. Það eru ný hugtök og eins og tvöfalt mikilvægi og annað, reyndar kom inn 2019, en þetta eru ný hugtök sem eru virkilega erfitt og flókið að vinna með. Og ef ég maður rétt þá EFRAG að gefa út leiðbeiningabækling hvernig við beitum þessu hugtæki og hann bara upp á 40 blaðsíður. Þannig að þið sjáu að þetta dálítið mikið og þetta dálítið þungt. Síðan kannski vildi ég benda mönnum á tilmæli Evrópusambandsins fyrir umskipti efnahagslífsins yfir í sjálfbært hagkerfi eða hvernig við stýrum raun og veru fjármálum eða fjármögnun yfir í sjálfbæra starfsemi. Og svo svona eitthvað sem gleðja held ég mjög marga stjórnendur, en það eru fyrirhugaðar breytingar á stærðarmörkum fyrirtækja í Evrópu. Þið tekkið þessa stærðarflokkun sem í 11. tölulið annarra greinar ársreikningalaga, þar sem við erum með reyndar örfélög sem svona sérfyrirbrigði, en við erum með lítil félög, meðalstórt félag og stórt félag. Stundum maður dálítið heimakær og heldur að það sé bara verðbólga á Íslandi, en verðbólgan í Evrópu á seinustu 10 árum, hún hefur verið tæp 30%. Á evrusvæðinu þá hún einhvers staðar á bilinu 26 til 27%, þar að segja á seinustu 10 árum. Og menn hafa talað í Evrópu að þetta sé mjög íþyngjandi, þessar nýju reglur sjálfbærni, það sé mjög íþyngjandi. Þannig að Evrópusambandið gaf út skýrslu, þetta ekki komið fyrir Evrópusambandið eða þingið og ráðið, en það stendur til þess að hækka mörkin 25%. Þetta fer þá inn í ársreikningatilskipunina, þaðan yfir í ársreikningalög. Það sem maður hefur smá áhyggjur, það það að hvað þetta varðar, það það að fyrst samþykkir Evrópuþingið og ráðið, svo fer þetta fyrir sameiginlegu EFTA-nefndina hjá okkur, það eins og með þessa sjálfbærnistaðla. Það þarf að leggja til þetta sé samþykkt, þá þetta samþykkt og þá þetta tekið upp sem gerði eða breyting á samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Þannig að þetta kemur væntanlega til okkar ári seinna heldur í Evrópu. En ég að vonast til að við náum þessu á árinu 25 þegar svo til öll fyrirtæki eiga að fara inn í sjálfbærniskýrslur og annað.
en ekki reikna samt með þessu sem verði gert, þið verði samt að undirbúa ykkur ef þið eru á bilinu stórfélag 25% hækkun úr 6 milljarðar, eða ekki 7,5 milljarðar sem tekjurnar eru, tekjum viðmið eru. Þannig einhvers staðar þar á bilinu eða rétt undir. Ég myndi halda áfram því að það tekur fleiri mánuði að undirbúa umskiptin yfir þessar sjálfbærniskýrslur. En áhersluatriði, þið sjáið hérna svona yfirlit yfir þau og þetta nú tekið beint hjá þeim, en þetta beinist eiginlega að 3 sviðum. Við erum hérna með alþjóðlega reikningsskilastaðla, við erum með reglurnar eða grein 66D ófjárhagslega upplýsingagjöf, svo erum við með það sem þeir kalla svona APM og ESF og þetta í raun og veru skammstafanir fyrir aðra árangursmælikvarða annars vegar og þetta sameiginlega rafræna skýrslusnið sem félög í Kauphöll þekkja. En ég ætla að hoppa þá yfir í fjárhagslegu reikningsskilin. Fyrsta áhersluatriði í fjárhagslegu reikningsskilum að fjallar loftslagsmálin og þetta eins og ég segi, þetta það sem stóra tópikið. Það eru þessar breytingar á umhverfinu, þessi tíðu stormar og hitabylgjur og annað sem hafa gengið yfir okkur og það sem þeir eru að horfa dálítið á hérna og verður gerð krafa um. Við erum með ófjárlegar upplýsingar, það fjalla loftslagsbreytingar áhrif þeirra, en það geta líka haft áhrif inn í fjárhagslegu reikningsskilin. Þannig að það þarf að vera samræmi á upplýsingagjöfinu og þetta það sem við þurfum að gera í eftirlitinu. Við þurfum að lesa í raun og veru saman þessar ófjárhagslegu upplýsingar og í framtíðinni sjálfbærniskýrslur við fjárhagslegu reikningsskilin. Stemmir þetta á milli? Ég ætla að segja öðrum megin þetta sé allt í lagi hafi engin áhrif á mig, en hinum megin þetta hafi áhrif. Það gengur ekki alveg upp. Þannig að við þurfum að vinna þetta dálítið saman. Síðan þetta niðurfærsla annarra eigna fjármálagerninga. Hvað gerist, eins og við segjum, nú starfsemi sem orðin kannski, talin óumhverfisvæn, farin að setja reglur, menn eru jafnvel að fara úr. Þurfa menn að færa til dæmis niðurfærslur á slíkar eignir, varanlega rekstrarfjármuni, framleiðsluaðferðir og einkaleyfi og annað slíkt. Þannig að ég ætla að biðja menn að skoða þetta dálítið hjá sér. Við erum frekar heppin á Íslandi miðað við mörg önnur Evrópulönd, þar sem þetta hefur miklu þyngri og alvarlegri áhrif. Reyndar í fjölmiðlum að við vorum að tala um að þetta væri bara svona gott á Íslandi næstu, en það er ekki það. Svo þetta skuldbindingar, óvissar skuldir, óvissar eignir. Ef við tökum til dæmis skuldbindingarnar hjá okkur og náttúrulega óvissu skuldinu og óvissu eignirnar, að það er eiginlega orðin hálfgerð tískubylgja að náttúruverndarsamtök og önnur samtök fara í mál við bæði ríkin, þjóðríkin og líka við stórfyrirtæki vegna áhrifa þeirra á umhverfi, áhrifa þeirra á samfjölu og svo framvegis. Þannig að þetta er orðin fjárhagslegur áhættu þáttur í rekstri líka. Og svo langtíma samningar orkukaup, þetta PPA. Þetta eru raun og veru samningar yfirleitt græna orku til langs tíma, þar sem menn eru að tryggja sér raun og veru kolefnisjöfnun og þeir sem draga úr útblæstri við að gera til dæmis samninga vindmylluorku, sólarsöluorku eða eitthvað slíkt, eða ljósorku eins og við kallum þetta víst í dag. Þannig að það þarf að greina frá og það þarf að segja frá þessum hlutum. Ég ætla síðan að benda þessar 2 skýrslur. Annars vegar greenwashing sem eða grænþvott eins og við kallum þetta á Íslandi, sem raun og veru þessa röngu upplýsingagjöf sem sjálfbærnistaðlarnir meðal annars eiga að taka dálítið á. Hinn heitir áhrif loftslagsbreytinganna og dálítið svona dramatískt heiti á henni. Þetta sjáðu það kannski ekki endilega en The Heat is On heitir hún. Þannig að það var svona hugsað til Beverly Hillcops og Eddie Murphy. Þegar ég las þetta heiti. En það biðja menn að kynna eitthvað þessar skýrslur. Þær eru það er hægt að googla þær eða finna þær á vefnum hjá Verðbréfaeftirlitinu. Og þær eru jólabókalesningi fyrir stjórnendur. Seinna áhersluatriði, það er þetta umhverfi sem félagi starfa í. Ég sá þetta í fjölmiðlum að forsvarsmaður allavega eins verkalýðsfélags
ásamt einhverjum þingmanni vildi draga seðlabankastjóra fyrir dóm vegna áhrifa vaxta og verðbólgu á heimilin, en áhrif vaxta og verðbólgu eru líka á fyrirtækin og heldur betur á fyrirtækin. Þannig að það þarf að segja og greina vel frá þeirri áhættu sem í fjárhagslegu reikningsskilunum varðandi til dæmis endurfjármögnun, varðandi áhrif vaxtahækkana á slíka fjármögnun. Eru verkefni sem voru kannski arðbær áður, eru þeir ekki lengur arðbær? Er hægt að fá yfirleitt fjármögnun og svo framvegis, áhrifin á lausafjáráhættuna og áhættuvarnirnar. Þetta eru náttúrulega dálítið svona miklir umrótatímar bæði út af COVID. Þegar það kláraðist þá tók við innárás Rússa í Úkraínu sem hefur líka haft veruleg áhrif. Ofan á það hafi við síðan ástandi fyrir Miðausturlöndum bæst. Að þetta hefur allt, það getum við sagt, slæm áhrif á það umhverfi sem fyrirtæki starfa í. Við erum ekki bara einn hér á Íslandi, þetta stórar keðjur sem tengjast alls þar út heim. Framhald af því mælingar á gangvirði og tengdri upplýsingagjöf og þá sérstaklega gangvirði fjárfestingaeigna hjá fasteignafélögunum. Vaxtabreytingar og annað, það hlýtur að hafa þar áhrif. Og svo sjáðu hérna gangvirði fjárlán sem færður á afskrifuðu kostnaðarverði, en staðallinn IFRS 7, ég er 1.25 ég maður rétt í honum, staðallinn IFRS 27 gerir kröfur að menn birti upplýsingar gangvirði þessari eigna, þó það séu færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Síðan það ófélagslega upplýsingagjöfin sem svona eiginlega þungamiðjan. Það fyrra áhersluatriði þar, eða fyrsta kannski öllu heldur, það tekur til flokkunarreglugerðina. Hún tók gild í ár og þetta það sem margir hafa sagt, þetta dálítið óþægilegt, það verið eiginlega að innleiða þetta aftur á bak. Það verið að hella þessu með alveg óheyrilegum hraða yfir atvinnulífið. En hún tók gildi og menn setja uppi með hana og verða að fara eftir henni og það bara þannig. Þetta snýr kannski aðalega að upplýsingagjöf sem tengist 8. grein í flokkunarreglugerðinni. Þið vitið hvernig þetta er byggt upp, lögin vísa í bara þessa flokkunarreglugerð annars vegar og reglugerðina fyrir fjármálafyrirtækin, þau vísa bara beint þangað. Og þetta skýrslusniðmál sem sett fram í 8. grein, hvernig á að birta upplýsingar, það skylt að fara eftir því. Ég ætla að benda mönnum á, það hefur ekki alveg verið þannig, ég ætla að benda mönnum á að þetta skylda að gera þetta með þessum hætti og það verður fylgst með því að það sé gert. Síðan eru breytingar sem eru bæði fyrirhugaðar og yfirstandandi á flokkunarreglugerðinni og tengdri upplýsingagjöf. Evrópusambandið hefur sett fram mjög góða heimasíðu flokkunarreglugerðina, þar sem menn geta fylgst með og mónitera bæði hvaða breytingar og ég ætla líka að benda mönnum á þennan 8-vita, þennan taxonomy kompass og líka spurt og svara sem á síðunni hjá þeim, gríðarlega góðar upplýsingar hjá þeim, þannig að menn geta farið þar í gegn. Þar geta menn til dæmis séð fellur fyrirtæki mitt undir flokkunarreglugerðina, já eða nei. Þannig að það ekkert allar atvinnugreinar og öll fyrirtæki sem falla undir. Þetta náttúrulega bara stór fyrirtæki, en ef við tökum til dæmis framleiðslu, þá þetta álfyrirtæki, kísillinn og framvegis. Ef við værum með plastframleiðslu, þá var það plastframleiðsla, en ölgerðin til dæmis, hún myndi vantar ekki falla þann undir. Nema þá mjög litlu leyti, hugsanlega. Við hvetjum stjórnendur og náttúrulega endurskoðendur til þess að kynna sér niðurstöðurnar úr úttektinni sem var gerð. Það að búið að birta skýrslu og ef þið farið inn á áhersluatriðin, klikkið á þau, þá hérna líkur beint yfir í þessa úttekt sem var gerð hérna í Evrópu, fyrsta úttektin, þegar menn voru fyrst að byrja að beita þessu og ég ætla að hvetja menn til þess að kynna ykkur það, eða þá skýrslu. Að nóg lesefni fyrir jólin, þannig að það þurfa eitthvað bækur frá Arnaldi. Og síðan áhersluatriði 2, það varðar ófjárhagslegar upplýsingagjöf, það sem sagt þessar almennu reglur gegnsæi upplýsingagjöf.
og skýrleika í framsetningu upplýsinga. Það er líka að menn setji fram með skýrum hætti, því að það hefur skort mjög á það. Með skýrum hætti hvaða markmið þú ætti að setja. Markmið eiga að vera mælanleg. Þannig að þú setur þá fram, já, við erum að losa þetta mikið, eða þetta mörg tonn af gróðurhúsalofttegundum, til dæmis CO. Við ætlum að losa þetta mikið núna, við ætlum að draga það á þessu og svo ætlum að segja hver er árangurinn af því. Greinin er mjög skýr hvað þetta varðar. Það á að birta upplýsingar sem gera mönnum kleift að leggja mat á frammistöðu fyrirtækisins. Það vantar dálítið þetta og síðan hvaða markmið, eins og ég segi, hvaða markmið félögin hafa líka sett sér við þessa umbreytingu í þetta nýja hagkerfi sem að kalla eftir, þetta sjálfbærni hagkerfi, sem aðeins kannski öðruvísi heldur en að hagkerfi kannski við höfum þekkt. Svo er þriðja áherslaatriðið, það er skóp 3 losun. Skóp 3 er raun og veru losun sem stafar af raun og veru umfangi og rekstri fyrirtækisins utan fyrirtækisins. Já, ekkert gott orð yfir þetta hugtak, Jón Arnar. Ekki þú þá? Nei, ekki. Þetta er eitt af stóru vandamálum hjá okkur í þessu ferli öllu. Við eigum ekki góða þýðingu til dæmis á hugtakinu double materiality. Tvöfalt mikilvægi er afleiðþýðing og svo ótrúlega mörg hugtök eins og impact materiality og önnur hugtök sem við bara eigum ekki þýðingar á og skiljum kannski ekki alveg vel. Við erum að læra þetta öll, bæði eftirlitsaðilar, bæði þeir sem setja fyrir reikninginn og þeir sem þurfa síðan að endurskoða reikninginn. Þetta er gríðarlega krefjandi verkefni. En við, eins og ég segjum, við viljum minna menn á ákvæði 66.d. Upplýsingar eiga að vera setta þannig fram að það sé hægt að leggja mat á þróun, stöðu og áhrif félagsins í umhverfismálum og náttúrulega á öðrum sviðum. Og þetta er bara sama, það á að vera glögg mynd, rétt eins og í fjárhagslegum reikningsskilum, í ófjárhagslegri upplýsingagjöf. Í miður hefur það dálítið skort á. Síðan eru það, eins og ég segjum, skóp 3, þetta er líka hluti að því að búa sig undir sjálfbærnitilskipunina, en þetta er skylda þar. Ég ætla líka að benda á þessi 2 rit. Þetta var birt, þetta fyrra sem bara komið frá síða, eða efnisyfirlit. Það var birt árinu 2017. Þarna eru skilgreiningar og útskýringar á því. Þetta er framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta er bara eins og hvert annað lögskýringargagn. Því að þetta er það sem segir okkur hvað er átt við og hvað þið eigið að gera. Og mér finnst alltaf sorglegt hvað margir hafa ekki kynnt sér þetta, því að þegar við vorum með þegar við byrjum á fyrsta árinu og var reynda lagagreinin orðið þannig að þetta vera til dæmis stutt lýsing og viðskiptalíkani og menn sögðu bara, já, það stendur stutt. Ef þú fóst í þetta rit þá komst að því að hún var ekkert stutt. Þannig að það orð sem var síðan skipt og sett inn í ársendingarlögin hnitmiða, það lýsir kannski hugsuninni og kröfunum frá 2017 töluvert betur. Seinna ritið, það var birt 2019 og fjallar loftslagsmálin. Þar til dæmis er hugtakið tvöfalt mikilvægi, double materiality sett fram í fyrsta skipti. Ef menn lesa þessa skýrslu og sjá þeir að það er fjallað það þarna og þeir ganga lengra þegar segja, heyrðu, þetta er implicit, þetta sé að leiðir af 2017 leiðbeiningunum að þú ert með double materiality, þú ert með áhrif félagsins út á við, þú ert með síðan þessi fjárhagslegu áhrif á félagið sjálft inn á við. Þannig að ég ætla að biðja menn ef þau ætla að lesa einhverja jólabók, að lesa þessi 2 rit vel. Og síðan önnur atriði, það eru aðrir árangursmælikvarðar eða APM og þetta eru það sem átt við með þessu. Það eru mælikvarðar eins og EBITDA og slíkir mælikvarðar og aðrar svona millifyrirsagnir sem eru settir inn í reikningsskilin. Reglan er svo að það má ekki, þú mátt til dæmis ekki nota stærðarletur eða bóld, þú mátt ekki draga meira eða gefa því meira vægi í reikningsskilunum heldur en þessum fjárhagslegu sem er skylda samkvæmt IFRS. Síðan er hitt að það vantar dálítið upp á þegar menn útskýri hvað APM er eða hvernig það er fundið út, því að það er ekkert alltaf gert eins.
og það þarf ekki að gera í reikningsskilunum ef þið horfum til dæmis til, er ekki Sambómi minnir þetta finnst þetta stærsta vátryggingafélag Norðurlanda. Ef þið farið þar inn í fjárfestaupplýsingarnar þá eru þið bara með Excel-skjal þar sem þið fara í gegnum alla þessa mælikvarða sem þið eru með. Þeir útskýra nákvæmlega fyrir okkur hvernig þeir eru leiddir út og hvernig þeir eru fundnir. Þetta til fyrirmyndar að setja þetta svona fram. Þetta eitthvað sem ég hefði viljað sjá til dæmis hjá íslenskum félögum, til dæmis íslenskum vátryggingafélögum, að það væri bara svona góðar tilvísanir inn á heimasíðunni, skjal sem útskýri bara nákvæmlega hvernig þessi hlutir eru gerðir. Og ekki bara hjá þeim, heldur hjá bönkum og öðrum. Seinna er náttúrulega sameiginlegt rafrænt skýrslusnið eða ESEF eru menn komnir búin að taka þessa skýringar þarna inn eins og að vera. Þetta fyrir kauphallarfyrirtækin. En ég get ekki betur séð en í sjálfbærnitilskipuninni þá verður gerð krafa að sjálfbærniskýrsluna verði með slíkri, að það verði slík framsetning á þeim. Það myndi væntanlega kalla á því þurftum að taka tölvukerfi hjá okkur í gegn. Það að segja við fáum fjármagn til þess. Síðan kannski þriðja atriði sem ég ætla að fara í gegn og mér finnst alltaf, við eigum alveg heilar 35 mínútur eftir og mér finnst alltaf skipta miklu máli, en þetta eru niðurstöður úr eftirliti, þetta eru skýrslunni sem bara eftir Evrópu gefur út á hverju ári, er yfirleitt birt í byrjun apríl og tekur saman eftirlitsaðila á Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta eru öll ESB-ríkin og svo Ísland, Noregur og Liechtenstein. En það voru tekin hérna 640 ársreikningar, IFRS-reikningar, sem voru skoðaðir á árinu, þetta er ársreikningar 21, þetta er sem sagt eftirlitið 2020, það er byrst árinu 23. Rétt eins og þessi áherslaatriði eru fyrir þetta ár, þetta verður sem sagt eftirlit sem verður á næsta ári. Skýrslan kemur síðan einu ári og niðurstöðum á því einu ári seinna. En þeir tóku 640 eða það byrð 16% útgefenda í Kauphöll til skoðunar. Og þetta ex-post, það þýðir bara að þú birtir í Kauphöllinni, reikningurinn komin út í Kosmóið eða til ársendingarskráar og þá á skoðar. Þetta pre-clearance, það er raun og veru eins og þú fengir bindandi álit hérna hjá ríkisskattstjóra. Við bjóðum ekki upp á það og höfum enga börði í það. Það eru einhver 2 eða 3 lönd sem bjóðu upp á þennan möguleika. Og þetta senda reikningin og láta lesa hann yfir. Og síðan er þetta hérna prospektus, þetta eru raun og veru ársendingar sem eru birtir í útboðum. Það er alltaf þannig að þegar þú ferð í útboð hérna á Íslandi, þá horfum við á það sem áhættu þátt, þannig að félag sem fyrsta skiptið sem félagafélagin í Kauphöll voru meiri líkur á við skoðum þann afsetning. Þetta er bara svona reglurinn hjá okkur í áhættumatunni hjá okkur. En niðurstöðurnar voru ekki góðar. Þetta voru 38% félaga sem fengu material athugasemd, þar að segja alvarlega athugasemd. Það voru einhver frávik frá regluverkinu sem voru metin alvarleg. Þurfa ekki, og þetta eru 2 af 5 reikningsskilum sem voru, eða 2 af 5 samstæðureikningum sem voru teknir til skoðunar í Kauphöllum í Evrópu. Þetta er alveg ofboðslega há tala. Og hún hefur verið svona gangandi í gegnum árin hjá okkur. Þannig að, og við erum ekkert betri, þetta er svona alveg í flútti við það sem við höfum verið að sjá hjá okkur. Þar af voru það raun og veru af þessum 38%, þá eru 25% eða fjórðungur þeirra reikningsskila sem voru tekin í skoðun skýringakröfur. Skýringar með reikningunum er ekki lægi, það er ekki fullnægjandi. Síðan voru 13% þar sem voru hérna færsla á mat, athugasemdir gerðu hvernig vorum að færa og hvaða reikningsskila aðferðir voru notaðir og svo framvegis. Ég get eiginlega garantera það að þar eru líka skýringakröfunar eða skýringar ekki lægi þar. Þannig að þetta er alveg ofboðslega vond niðurstaða, en hún er svona ár eftir ár. En hún er svona misvond, ég ætla að taka það fram. Þetta eru niðurstöðunar. Þetta sjáum við raun og veru bara niðurbroti hjá okkur og skýrslunni eftir því hérna, hvort að þú sest í hérna það sem við köllum ex-post.
Það er að segja hvort það sé bara lesið eftir, hvort þetta sé hérna þetta príkleina sem voru ekki mörg, þetta ekki 4 félög tótal, og síðan hérna prospektus eða sem sagt útboð í kauphöllum, þeir reikningar. Kannski til þess að útskýra þetta, það sjáu hérna það stað uppi, þetta skipt annars vegar í unlimited scope, fókus, svo sjáu það stendur desktop og hérna og interactive hins vegar. Það sem átt við þessu, unlimited scope í raun og veru það sem við gerum í flestum tilfellum í eftirliti hjá okkur. Unlimited scope, það þýðir bara að ég lesi reikningin í heild og horfa á hann í heild. Ef ég er ekki með unlimited, heldur hérna fókus, þá væri ég kannski að skoða hérna, ef maður segja fasteignafélögin eða bankana, einhver svona atriði sem tengjast þeim, ef þetta væri sérstaklega beinast. Við höfum nær eingöngu verið í hérna í svona unlimited, síðan eins og ég segjum hvort þetta sé desktop eða interactive. Þetta bara spurningin, eru samskipti við stjórnendur eða ekki? Og ég meðal svona í stuttumáli sagt að eftirlitið byrjar hjá okkur á því, alltaf á desktop, svo getur það gerst að það þróist þá yfir í hérna interaktiv. Ef við þurfum að fara að spyrja stjórnendur út í einhverja spurningar, þurfum að fara að kalla eftir einhverjum gögnum, fá einhver svör eða fara að gera einhverja athugasemdir, þá fer það sko frá okkur úr því að vera bara svona yfirlestur, yfir því að vera þá samskipti. Þannig að þið bara svona þið skiljið hvernig þessi tafla er sett upp. Hérna sjáu þið hins vegar brotið niður hvort þetta séu skýringakröfur eða hvort þetta sé færsla á mat. Og þar sjáu þið líka hérna til hérna vinstra megin að hvaða aðgerðir eftirlitsaðilar að grípa til. En í eftirlitseftirlitinu við förum eftir leiðbeiningum eftirlit frá Velferðareftirlit Evrópu. Í þessu þarf að segja það getur gerst að við bara höfnum ársreikningi, bara segjum útbúa nýjan ársreikning frá grunni, stjórnendur þurfa að samþykkja þennan ársreikning og þá væntanlega hluthafa líka og svo skal endurskoðandinn endurskoða frá grunni aftur. Það er bara nýr reikningur frá A til Ö. Og þetta er það sem ég finnst alveg bara hræðilegt. Þetta eru 16 reikningar á seinasta ári. Reyndar er dálítið þá, sem sagt fyrir ekki árið 21, reyndar var dálítið afbrigðið það að þeir tóku hérna árshlutareikninga og gerðu virkilega alvarlegar athugasemdir þar. Reikningar sem svona oft hafa kannski flogið frekar framhjá. En þetta eru eins og ég sjáu, þetta eru skiptingin er 4 og 4, það er að segja 4 félög sem fá bara búið til nýja reikning vegna færslu mats og hins vegar búið til nýja reikning vegna skýringar í ársreikningunum eru bara það lélegar að ekki verður við unna. Síðan sjáu þið að það er talað hérna public corrective eða sem sagt leiðbeiningar, eða sem sagt ekki leiðréttingar, birta opinberlega leiðréttingu á reikningsskjölunum. Við höfum einu sinni beitt þessu ákvæði á Íslandi. Í yfirlitseftirlitinu. Það var ekki félag í Kauphöll, en þá gerðum við kröfum að félagi birti hjá okkur á heimasíðunni hjá okkur leiðréttingar og töflur yfir áhrifin á ársreikninginn. En félagið hafði sem sagt afskráð fjárskuldir ári áður en þeim áttu og svo sjáðu þetta það sem er algengast og líka hjá okkur. Það er sem sagt, það er sagt við ykkur, þetta er materiál villa í reikningnum, það er slegið og puttan á ykkur. Við ætlum ekki að hafna reikningnum, við ætlum ekki að gera kröfur viðbótarupplýsingar, en það sem við gerum hins vegar kröfu er að þið hérna lægið þetta í næstu reikningsskilum og við munum sérstaklega fylgjast með því. Og ef þetta er ekki lægið þá verður bara reikningunum hafn. Og svo hérna niðurstöðunar, ég er að brenna á tíma, en ég ætla að biðja ykkur að skoða þessar græður. Þið sjáu hérna að þetta beinist fyrst og fremst að fjármálagerningum og síðan hérna skýringum. Þetta er sem sagt færsla á matið, þetta er niðurstöðun og niðurbrotið sem ég myndi ráðleggja ykkur að kynna ykkur. Þetta er færslan á niðurbrotið á félögum þar sem verið að gera athugasemdir við skýringar og þá sjáum þið að þetta er sem sagt framsetningin og hvaða upplýsingar eru birtar og hvaða vantar annars vegar og aftur sjáum þið hvað fjármálagerningar þegar þú. En það er ekki nóg að tikka bara í bóksinn og það er að segja þessi stóru tékklista sem við fáum frá stóru stofunum, menn þurfa að leggja mat á það hvort það þurfa að bæta við upplýsingum.
Þannig ég ætla ekki ég er komin yfir tíma, þannig ég var náttúrulega stressaður. Þannig ég ætla að segja bara takk fyrir. En Jónas, eða salurinn með einhverja spurningar? Eitthvað á chatinu eða? Ég ætla að kveikja þessu og þú kannski lest hana. Það er ein heil spurning komin, þannig að endilega. Spurning hérna, hvernig verður eftirlitinu háttað á meðan þessu innleiðingarferli á sjálfbærni upplýsingagjöfinni stendur? SFRD upplýsingagjöf á fjármálafyrirtæki búið að innleiða með lögum sem voru sett 1. júní en það ekki búið að setja kröfuna á fyrirtækin sjálf. ESRD. Þannig að fjármálafyrirtækjum gæti skort upplýsingar frá sínum viðskiptavinum. Já, það sem hann að tala hérna það þessi reglugerð sem í sömu lögum og flokkunarreglugerðin. Það að segja félögin, það sem fyrir ekki bankar og fjármálafyrirtæki og önnur slík þurfa að birta upplýsingar sko raun og veru lánasöfnin hjá sér hvort það séu græn eða ekki græn. Og fagsmenn þá þurfa með kannski aðeins að passa sig eins og í taxonómíunni að græn sko starfsemi sem ekki græn ekki endilega brún sem við segjum. Það bara hún nær því ekki að vera sko það sem kalla góð en hún þarf ekki endilega að vera slæm sko. Það munur þar á. Þetta náttúrulega sko að vera að keyra þetta svona rosalega hratt á okkur. Við erum ekki einu sinni nákvæmlega tölur yfir hvað eru stór fyrirtæki sem falla undir þetta. Við þurfum bara að grípa og fara yfir það í eftirliti og taka það á því að við sjáum eitthvað frávik. Varðandi tilskipunina, hún verður innleidd held ég alveg örugglega nákvæmlega eins og Evrópusambandið segir. Fyrir þetta ár þá verður þetta stór félög í Kauphöll, ég ráð fyrir, já ekki vonu öðru. Það verið að tala stór félög í Kauphöll sem með 500 manns. Þannig að það held ég létti mörgum við það. Síðan á vegna reikningsársins 25, þar að 26, með birta 26, þá verður þetta stór félög, öll önnur, og síðan 26, þar að birta 27, þá verður þetta það sem kallað small and medium og fyrirtæki í Kauphöllinu sem eru mikro sem við köllum og þá miðað við mikro eða örfélagamörkin í Evrópu, þar að segja ekki eins og við höfum tekið þau upp, því að þetta sem sagt valkvæður möguleiki í ársreikningatilskipuninni. Þau verða alveg undanskilin. Ég vona að þetta svona svari, en náttúrulega ef menn hafa ekki upplýsingar þá náttúrulega ekki hægt að birta það. Það bara spurningin, hafa menn farið yfir og unnið vinnuna hjá sér sem þeir að skoða. Sérstaklega hvað var það bankana og þessi fjármálafyrirtæki. Og eins og ég segi, þetta að hellast yfir okkur. Við skiljum ekki einu sinni öllu hugtökin, við vitum ekki alveg hvernig þetta á að vera eða hvernig á að leysa þetta og við erum að gera það bara svona, við erum bara að finna upp hjólið leið og við erum að hjóla á því sko. Ég ætti að lýsa þessu einhvern veginn. Þetta dálítið óþægileg staða og óþægilegt ástand. En eins og ég segi, ég mun ekki segjum til dæmis að Arion banki eða Landsbankin væri ekki alveg næði þessum upplýsingum inn hjá sér, ég ekki að fara að slíta honum. Eða loka honum. En við hins vegar hérna fylgjumst með að menn séu að gera það sem þeir eiga að gera og við spyrjum kannski leiðilega spurningar. Engar aðrar spurningar. Ég veit að þetta dálítið mikið og ég veit að þetta hellast dálítið hratt yfir okkur og allar þessar sko, Spurningina frá Helenu Guðjónsdóttur. Fjármálafyrirtæki þurfa að birta GAR hlutfall samkvæmt flokkunarreglugerðinni. Þú vitnaðir í skýrslusniðmát sem sett var fram í 8. grein. Það eru töflur í viðauka 6 sem fylgir reglugerðinni sem hægt að nálgast á ensku í Excel-skjali. Verður hægt að nálgast töflurnar á íslensku þannig að það sé skýrt hvað fjármálafyrirtæki eiga að birta varðandi töflurnar fyrir GAR. Varðandi íslensku þýðinguna, þá þetta stóra spurningin hjá okkur og ég hef heyrt einhverju viðþolf að hérna eins og með taxonómi að þessi flokkunarreglugerð og allir þessir stóru, miklu flóknu viðaukar við hana,
og þessi sniðmát og annað sem eiga að birta, að þetta hefur ekki verið þýtt. Þetta hins vegar var innleitt í raun og veru þangað til komnar íslenska þýðingar á ensku. Þýðingarmiðstöðin ekki að fara að þýða eitt en eitt fyrir hún fær fjármagn til þess, þannig það bara, og það kannski líka eðlilegt. Sama með spurningin uppi með sjálfbærnistaðlana. Ég geri ráð fyrir að þeir verði innleittir á ensku til þess að byrja með. En það kannski að mörgu leyti betra því ég held að allir sem starfa í þessu fagi kunni ensku og hafi þurft að læra ensku til þess að koma bara í gegnum háskóla. Og þetta skýrar að mörgu leyti því að eitt af því sem við höfum svo miklar áhyggjur af og hefur verið að gera það að þýðingar yfir í til dæmis á Norðurlöndunum og til dæmis stöðlunum og öðru, þær hafa verið ekki góðar. En hafa áhyggjur af því að þær hafa sömu tilfellum verið beinlínis rangar. Þannig að það vinnuhópur hjá ráðuneytinu sem tilvörandi framkvæmdastjóri félagslöggiltra endurskoðenda Unnar Friðrik situr í ásamt fleirum sem að fara yfir þessi orð og hugtök því að það skiptir svo ofboðslega miklu máli að við notum rétt orð, rétt hugtök til þess að þetta skiljist og til þess að við fáum ekki bara villur inn í löggjöfina og þessa staðla. Og eins og hefur gerst í miður í endurskoðunartilskipuninni þegar hún var tekin yfir í endurskoðunarlög, þar sem voru meira að segja ekki bara villur, heldur allavega í einu tilfelli sem ég man eftir sem hlutanum var snúið á haus. En þetta kemur ekki í ár eða næsta ári, kannski á þar næsta ári, ekki fyrir en það. Og kannski líka eitt fyrir þá sem ekki vita því, allar breytingar í fyrir eru þýddar. Þegar staðall kemur inn þá hann þýddur og þegar hann breytt, þá svo breyting þýdd og sett yfir í íslenska gerð sem birt í stjórnartíðindum. Þetta hins vegar ekki birt því miður ekki heildstætt eins og lög á Alþingi. Og en það þarf að koma fjármagn til þess og við fáum fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að þýða alþjóðlega reikningsstaðla. Við höfum ekki fengið fjármagn til þess að þýða endurskoðunarstaðla eða staðlum endurskoðun sem hefur verið kallað eftir í bara ansi mörg ár líka. Ja, þetta ekki gott ástand, þetta eitthvað sem náttúrulega ráðuneytið og þing þarf að finna út úr. Engar fleiri spurningar. Ég ætla kannski að ítreka þetta skýrslausni sem frá í taxonómi reglugerðinni í 8. grein, eða byggir 8. grein, það fylgst með því hvort að menn noti það. Það akkúrat 1 mínúta eftir. Það ekkert hérna. Eigum við ekki bara að segja þá bara gott og takk fyrir. Og ég ætla að þakka eins og ég ætla að þakka fyrir að við fórum mjög hratt af stað með þessa kynningu og vorum raun og veru að keyra þetta á tæpri viku eða á viku. Hefðum þurft að gefa okkur kannski mánuður sem hefði verið eðlilegra í þetta. En við reynum að standa okkur betur á næsta ári. En hvað 190 manns sem skráðu sig, þannig að við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Þá segi ég bara takk fyrir.